Styrmi Gunnarsson, hann sagði það nú hérna, ég held að það hafi haft eftir honum í þessari skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, að þetta væri ógeðslegt samfélag, það væri engin prinsip. Og ef við búum í samfélagi þar sem allir eru bara að hugsa sjálfan sig og eru tilbúnir að henda sannfæringu sinni og prinsipunum út gluggan bara fyrir einhverja svona dúsur og bitlinga, þá í raun og veru erum við svo óvarin einhvern veginn og þetta er kannski eitt af því sem að ég einmitt að reyna að melta, sko, ég hef mist ég hef mist í á þessari vegferð trúna á svo margt sem ég hafði trú á áður. Ég hafði trú á hinu pólitíska kerfi. Ég hef það í rauninni ekki með að við óbreyttar aðstæður. Ég hafði trú á sko réttar kerfinu. En ég verð að segja það að sú trú hefur líka orðið fyrir verulegum skakkaföllum á síðust árum. Þegar ég sé það hvernig dómstólakerfið hefur í raun og veru bara ítt til hliðar því sem að við héldum að væri bara svona nokkuð sko gulltryggð bara mannréttind. Við sáum það gerast í COVID-inu, hvernig það bara allt var tekið úr sambandi og dómstólarnir lögðu blessun sína yfir það. Já, voru mál kærð sem dómstólar vísuðu frá? Já, algjörlega. Já, ég fór með nokkuð mál fyrir dóm og eitt svona stórt mál sem að ég fór með fyrir dóm núna síðastliðið vor og er núna á leiðinni fyrir á leið til Landsréttar og er búið að áfrýja snýra því sem að var bara, ég taldi hafi bara verið býsna svona gróf brot stjórnvalda gegn persónufrelsi til að mynda bara það að maður sem að var ekki búin að sprauta sig eftir að sitja á annað borð heldur en aðrir og þá eru dómstólar ennþá að segja að þetta var nauðsynlegt og þetta var eðlilegt og allt það, þó að núna hrannist upp með þessi heimspressunni, stærstu blöðum bara heimsins og Telegraf og forsíðu eru menn farnir að tala um að þetta hafi átt þátt í umfram dauðsföllum, það er allar sem sprautur. En dómstólar kóa með. Einstaklingsréttindi sem að við erum með sem hornstein í okkar þjóðskipulagi, að því er bara sópað undir teppi í raun og veru til þess að þjóna því að valdið hafði rétt til þess að gera þetta. Já, einmitt, og dómstólar sem eiga að vera í þessu aðhaldshlutverki í rauninni brugðust.